Ég held að það hafi verið svona hluti af sko sjálfstraustinu var svolítið brotið út af því að ég var í hjólastól og var svona sko þegar ég hugsa þetta þá mikil þetta ekki sens en það samt, þú veist, einhver hluti af mér sem alltaf að sanna mig fyrir heiminum og sanna mér fyrir öðru fólki einhverjum ímynduðu fólki að ég geti gert eitthvað. Það alls konar svona fjaðrir sem maður getur skreitt sig með til að svona sýna fólki að maður sé eitthvað. Og síðan svona einhver svona success verður síðan oft það versta sem maður getur lent í því að þá fattar að þetta var alveg tilgangslaust. Að þetta var, sko það miklu, miklu betra að hafa eitthvað svona allavega til að vinna heldur en að vera síðan komin eitthvað og hugsa að þetta var bara eftir alltaf þessa vinnu alveg pointless. Hefur lent í því? Já, núna. Þetta ekki það að ég hafi svona meðvitað hugsað það, auðvitað meikar þetta ekki sens, ekki það að ég hafi meðvitað hugsað að ég myndi vera nógu ríkur, þá myndi ég vera hamingjusamur eða ég myndi vinna fyrir nógu mikið stóru fyrirtæki myndi vera hamingjusamur. En það samt eitthvað, þú veist, eitthvað röddin í hausnum á mér sem að sannfæri mig það og síðan þegar það komið þá einhvern veginn fattar maður, já, þetta var bara dómklúður. Þetta var ekki það sem maður myndi gera með hamingjusaman og þá fær maður til sálfræðings. Haraldur Þorleifsson, Halli Ueno eða Halli Berry, stofnaði Ueno og hands-on genius að eigin sögn. Hvað Ueno spyrjiði? Ueno vefhönnunarfyrirtæki sem spratt upp úr engu nema Halla og tölvunans og hefur náð ævintýralegum vexti síðustu árin. Ef ég þyrfti að skilgreina hvað ævintýralegu vöxtur þýðir þá væri það til dæmis það að tekjur Ueno námu tæplega 2 milljörðum króna með kúnna á borð við Google, Facebook, Twitter, Apple og fleiri risa í kísildalum. Í þessum ævintýralega vexti fólust brattar brekkur og ekki síst í einkalífinu hjá Haraldi. Hann missti móður sína 11 ára gamall, með vöðvarhörnunarsjúkdóm og styðst við hjólastól. Á meðan hann raðaði inn stærstu kúnum í heimi í sínum bransa, drakk hann mikið meðfram vinnu en ákvað að snúa blaðinu við og beindi fíkninni frá áfengi og yfir á vinnuna. Þó það hafi ekki verið heilnæmt, þá uppskar hann ríkulega. Á einu ári námu tekjur hann $1 milljón í verktakavinnu og út frá þeirri velgengni varð Ueno til. Ég mjög þakklátur fyrir að Haraldur hafi komið í þáttinn. Ég veit að það vitlaust að gera hjá honum. Ég held meira að segja að þegar ég heyrði í honum fyrst hafi hann samþykkt að koma og skaut tilbaka á með dagsetningu sem var hálfu ári fram í tíman. Ekki bara það, hann hafi gefið sér tíma heldur talar hann af mikill einlægni ekki bara þá hluti sem hafa farið vel, heldur líka andlega líðan í gegnum þetta allt saman, reynslu sína af áfenginu, þunglyndislyfjum, sálfræðimeðferð og úrvinnslu persónulegra áfalla. Þessi þáttur var gerður mögulegur af styrktaraðilum þáttarins. Í öllum verslunum Krónunar búið að stilla upp svæði sem heitir Jólahlaðborð Krónunar og ef ykkur farið að gruna að það sé hægt að nálgast allt sem þarf fyrir heimatilbúið jólahlaðborð þá þið komin á sporið. Allt sem þarf fyrir heimatilbúið jólahlaðborð, allar vörurnar eru tilbúnar svo það bara að hita upp sósuna og kjöt. Allar vörur í jólahlaðborðinu eru á sama stað í öllum Krónuverslunum og því þetta mjög einfalt og þægilegt, eins og svo oft áður. Einnig hægt að versla jólagóðgætið með einum smelli í snjallverslun Krónunar. Góð samskipti ráðningafyrirtæki sem opnaði sumar sérstaka ráðningadeild þegar Capacent lauk störfum. Andrés Jónsson, stofnandi góðra samskipta, segir tímabært að taka ráðningar upp á næsta stig á Íslandi og taka þau verkin í sínar eigin hendur. Góð samskipti sérhæfa sig í stjórnendaleit en þau leita að fólki í stjórnendastöður sem ekki endilega að horfa í kringum sig eftir starfi. Fyrirtækið ætlar sérstaklega að vera bandamaður fyrir konur og ungt fólk á vinnumarkanum og sérhæfa sig í að finna umbreytingastjórnendur og vandfundna sérfræðinga. Fólk sem getur bæði leitt verkefni og hefur fjölhæfni til að hrinda þeim sjálft í framkvæmd. Góð blanda. Þau hjá góðum samskiptum hafa einnig farið með yfir 100 æðstu stjórnendur á Íslandi gegnum krísu og fjölmiðlaþjálfun á síðustu 5 árum en fyrirtækið vill vinna með stjórnendum sem aðhyllast árangursmenningu og nálga starfsfélagin sinn eins og afreksfólk í íþróttum. Matur sem fæst af náttúrulegum toga án þess að notast við skordýraæði, illgresiseyði, tilbúin áburð eða erfðabreytingar oft kallaður lífræn. Rapunzel fjölskyldufyrirtæki sem hefur frá upphafi framleitt lífrænar vörur og brautryðjandi í lífrænni framleiðslu síðan 1974. Rapunzel leggur sérstaka áherslu, ekki aðeins á gæði matarins heldur einnig lífsgæði bændanna sem ræktan en Rapunzel sett á fót Hand in Hand verkefnið, svo hægt var að tengja hugmyndina lífræna ræktun við heiðarleg viðskipti. Þú getur fengið hefðbundnar vörur frá Rapunzel eins og havra, músli og hnetublöndur, ofurfæðu eins og baunir og ljúfar freistingar eins og hnetu og möndlusmjörun þeirra ásamt 85% súkkulaði. Allt saman lífrænt og af lífi og sál. Annað sem lífrænt Sjöstrand Hylgjakaffið, fallegasta hylgjakaffið við landsins. Hylgin eru fyllt með besta kaffi sem baunabeltið hefur upp á að bjóða. Eins og áður segir, 100% lífrænt ræktuðu og fair trade vottuðu. Ekki nóg með það, heldur hylgi sjálf úr náttúrulegum efnum og má flokka með lífrænu sorpi. Sjöstrand, alla leið. Og Lífa svo 100% ítölsk hágæða matvörulína sem fékk mikla
mikla vinsældir fyrir Oliva ólífuolíurnar. Ekki skrítið, því slík olía er ein allra besta fita sem völur á fyrir mannslíkamann, ekki síst fyrir hjarta og æðakerfið. Olíurnar frá Oliva eru stútfullar af andóksunarefnum sem hafa bólguhamlandi áhrif á líkamann og geta dregið úr líkum á krónískum sjúkdómum. Svo er þetta bara gott að bragðið, eins og allir vita sem hafa smakkað. Oliva fæst meðal annars í Krónunni, Netto, Melabúðinni, Fjarðarkaup og Hagkaup. Haraldur Þorleifsson er gestur þáttarins. Gjörið þið svo vel. Haraldur Þorleifsson, verður velkominn. Hvað fyrir? Hér eru við tveir vel skeggjaðir menn. Þú er þetta ekki bara árin? Þetta kemur með árunum, ekki? Svo bara segja það. Já, ég veit. Það passa sig að raka sig ekki. Já, það er náttúrulega hjálpar að ef þú rakar ekki, þá náttúrulega kemur þetta betur. Ég treyst á það. Já, ok. Herðu, þú ert, nú er svolítið erfitt fyrir mig að skilgreina bæði hvað þú gerir og hvað fyrirtækið gerir út af að mér líður eins og það sé ekki að gera það nógu góð skil með að segja að þetta sé auglýsingaskrifstofa. Nei, við erum ekki auglýsingastofa. Við vinnum aðalega í því að búa til svona vef og upp og þetta er svara svo íslensku, ég reyna að hugsa. Hvað ertu að hugsa á ensku? Hvað titlar eru á þessu? Við búum til digital products, þannig að við búum til stafrænar vörur. Einmitt. Og það getur þá bara verið einmitt þessi upp eða vefsíður og allt þar á milli. Já. Hérna heima er þetta líka svolítið svona hönnunarhús og þess áttar Já, ég veit ekki það er náttúrulega eitthvað af svona fyrirtækjum minna heima en ég veit ekki alveg hvað þetta vilja sig. Nei. Og þú sjálfur ert hönnuður? Já, ekki mikið lengur en já, ég var að hanna mjög mikið. En ef maður leitar nú lengi á internetinu og sem maður að þú ert titlaður sem Handsome Genius. Já, það passar og það er alveg auðvitað af hverju það er. Já, ég set engin spurningamarki við það en að það er bara þú sem að titla þér það. Nei, þetta hefur komið fram við það. Þetta hefur við það komið fram. Traustum heimildum. Alls konar fólk. Einmitt, nú samt að fyndið að hugsa til þess að þá sért hönnuður út af því að ég var bara svona að skoða yfir bara menntunarsöguna þín á þess að starf. Menntunarsaga, mikilfenglegt orð. Það var ekkert að benda til þess að þú er að fara að starfa við þetta allavega á þeim tíma þegar þú varst að fara gegnum svona grunnnám. Nei, ég fór úr MH, fór ég ætlaði að fara í verkfræði, byggingaverkfræði. Úr MH og þar varstu væntanlega á bara einhverju svona... Það var í eðlisfræðibraut. Nú, ok. Og síðan bara eftir nokkra daga þá fannst mér ekki ég var komin svo langt aftur bara eftir 3 daga, þannig að ég fannst þess að ég þetta gera eitthvað annað, þannig að vinur minn var í heimspeki, þannig ég fór í heimspeki 1 ár og síðan fannst mér þess að fara eitthvað hagnýtt, þannig að ég fór í viðstafræði, fjármálafræði og þar í einum kursunum þá var kennt að búa til svona einfalda heimasíðu og þá byrjaði ég aðeins að hanna. Einmitt, þannig að á hvaða ári er þetta? Eða hvaða ári er þetta? Þetta hefur verið svona 99. Hver er svona staðan á, nú fæðist ég bara og ég þekki ekkert annað en internetið, þú veist, þú varst að tala að búa til einfalda vefsíðu, ég get alveg ímyndað mér að þetta sé ennþá kennt, bara búa til einfalda vefsíðu, en þarna var þetta væntanlega, fólk sá kannski ekki svona nitsumina í vefsíðum eða eitthvað. Interneti 99 var náttúrulega ekki, nei, það var svona það náttúrulega kom síðan svolítið skellur hann að þegar fólk fór svolítið fram úr sér, það var svona rosa mikið .com já, það var náttúrulega rosa mikið svona mikla væntingar og það voru komnir einhverjir netmiðlar hérna heima og það var komið eitthvað svona, ég man ekki hvað var í gangi, það var örugglega ekkit eitthvað svona mikið neitt síðan sem ég bjóð til var bara eins og vördskall, það var bara fyrst ég sló inn nafnum mitt og e-mailum mitt held ég og man ekki hvort það var eitthvað meira og það var bara eina sem byrtist það var síðan mín, já. Þannig að þú fórst inn á lénið og þetta byrtist, já. Og hvað var það sem heillaði við þetta? Mér fannst bara frábært að það var þetta að búa eitthvað til svona, þetta var mjög auðvelt að því við vorum með FTP aðgang í gegnum háskólan sem að, ég veit ekki hvort FTP sé þá til, hvernig fólk nota það en allavega, við gátum þetta bara sett út við fengum sjálfkrafa lén gegnum háskólan sem var mjög skrítið lén sem var eitthvað svona hi.is /tilda örglanarnum mitt eða eitthvað og þá
maður sko bara sett hvað sem út á netið og það var bara allir gæti að sé það. Mér fannst það mjög áhugavert. Og bara í rauninni leið til þess að dreifa upplýsingum og þessu þar. Mér fannst það, ég held ég hef ekki hugsað það langt sko, mér fannst þetta bara eitthvað svona áhugavert að geta búið eitthvað til, setja eitthvað út og það geta allir að segja strax. En þú þurfti tölvu eða ekki? Jú, en ég átti ekki tölvu. Ekki þegar ég var í skólan. Jú, býtum við, ég átti eitthvað svona stóran pieces svona game. Þannig allir gáttu að segja það ef þeir áttu tölvu? Það átti náttúrulega mjög margir tölvu sko. Já, ok, þetta var alveg það. Hvað ertu gamall? Ég er fættur 94 sko, 26. Já, það voru flestir svona konum með einhvers konar tölvugang. Okay. 99. Ok, já, ég hugsa alltaf bara tölva saman sem internetið sko. Já, en sko interneti, ég held að ég hef ekki fengið interneti heima fyrir kannski 96-7. Já. Þannig að ég var bara nýbyrjar að skilja að það var eitthvað til sem heit internet. En síðan náttúrulega ertu þarna að byrta mitt nafn og e-mail sko, en síðan ertu í dag að snýsta miklu meira að hanna hlutina og láta þetta vera fallegt og segja einhverja sögu og einhver svona tilfinning sem fylgir þessu, en þú ert þarna á MH á eðlisfræðibraut eða sviði. Já. Heimspeki, verkfræði, hagfræði, þetta er einhvern veginn svona, varst að fara gegn sjálfið þér í því að vera ekki að fara í neitt hönnunartengt eða? Nei, ég byrjaði ekkert að hanna, sko síðan byrjaði ég var svona 22 ára þegar þetta var og síðan úr þessu byrjaði ég að það var hérna fórið sem heitir Flash sem gæst eiginlega sko var svona miklu opnari heldur en HTML og þannig að ég gætt búið til hvað sem er og þá svona 23, 4, 5 ára þá var ég í Flash og þá var ég eiginlega meira að hugsaði mig sem bara, þú veist, ég var ekki að hanna beint, ég var meira að búa til svona animation og nei, ég hugsaði ekki mig sem hönnuður sko fyrir en mörgum ára setna því að sko því ég var að gera allt í Flash og þá var ég að vinna með hönnuður sem ég fannst ekki nógu góður þannig að ég byrjaði bara að gera eitthvað sjálfur. Já, einmitt. En nei, ég var ekkit sko ég ætlaði alltaf því ég var sko bara góður í starffræði og góður í svona raungurinnum þannig að mér fannst að eðlilegast ég færi í sko eins og verkfræði eða eitthvað starffræði tengt og síðan þannig að þetta kom bara eiginlega svolítið óvart. Og síðan, þú kláraðir ekki hagfræðina eða? Ég kláraði heimspekina og síðan kláraði fjármálafræði eða svona viðskiptafræði og sem fór ég í hagfræði og kláraði eiginlega allt nema bara master og eiginlega allt nema ritgerðina. Af því ég fattaði eiginlega að ég sá ekki fyrir mig neina stöð. Ég byrjaði að tala með fólk sem var að vinna í Seðlabankanum og var að vinna á fleiri stöðum og ég sá ekki fyrir mér að ég myndi vilja vinna á þessu stöðum. Þannig að þá, sko ég hætti að hanna þannig að ég var 26 ára eða eitthvað 25 ára og fór í hagfræði master og var í 1 árið bara í því og síðan sko fór ég aftur að hanna því að ég bara hafði ekkert annað að gera og vantaði pening. Já, þannig að þú varst í rauninu bara í skóla og varst svona að taka einhver gig á hliðalínunni. Já. Og varstu, ég meina eins og núna, þetta er bara, það eru mjög margir sem að fást við þetta og eins og bara grafíska hönnun ef við látum þetta undir þann hatt. Á þeim tíma varstu einn að fáum eða voru margir komnir inn í þetta? Það voru ekkert vol og það er ennþá ekkert vola margir svona digital hönnuðir á Íslandi fyrst mér. Ég reynda að fylgjast ekki svakalega vel með, mér finnst það voru vola mikið saman fólki bara ennþá fólk og aldrei við mig sem er svona það er rosa mikið að fólk fyrir grafíska hönnun í LHÍ held ég. Nú er ég svolítið að bulla að því ég fylgjast ekki nógu vel með. Bullaði bara áfram. En ég held að það þannig að það hafi verið, það er rosa mikið fólk sem fer í LHÍ og fer í grafíska hönnun og fer síðan það út í þá svona auglýsingagerð, ekki svona digital hluti og fer meira í prent og svona annað. Já, þannig að það er svona mikill munur á þessu, þetta er ekkert bara öðvort í grafíska hönnun þá getur þú stokkið yfir í digital. Jú, það er náttúrulega hægt að læra hvað sem er en það er ekki þannig að það er ekki yfirleitt þannig að sko að svona prenthönnur geti sjálfkrafa farið bara yfir í það að hann eitthvað digital. Nei, það er svona aðeins önnur nálgun þannig að fólk þarf að læra það svolítið upp nýtt. Þú þarft að vera með heimspeki gráðuna og það verður að vera heimspeki nánast hagfræðingur. Já, það verður að fylgja með. En hvar kemur svona tímapunktur þú sér þarna að heyri ykkur fólk í Seðlabankanum og þau voru svona ekki að lýsa einhverjum mjög heillandi vinnudegi fyrir þér
Er það þó bara, ok, þá kannski læt ég aðeins reyna meira á þessa hönnun hérna sem ég Nei, er að kokka í. þá hugsa ég bara sko, þá langar mig ekki að gera það þannig ég ætla að fá bara aftur að hanna af því að þú veist, ég vissi að ég gæti fengið laun Já, þannig halda það uppi bara. Já, og þannig að þá fór ég bara ég skráði mig í í þróunarfræði í háskólanum. Hvað er það eiginlega? Það er að hjálpa fátækari ríkjum að vinna sér út úr því Já, og þá var ég hugsa að mér langaði sko, þá gæti ég nota hagfræðina svolítið en þá gæti ég farið, þú veist, þá gæti ég hugsa mér gæti ég að vinna í Alþjóðabankanum eða eitthvað svoleiðis eða að vinna með að hjálpa til með að koma þessu löndum aðeins lengra og var smá í því en sem gafst ég eiginlega upp á því var ekki alveg fyrir mig þannig ég held eiginlega bara áfram að hanna en síðan var það ekki kannski fyrir ég var svona 34 að 33 og það ákvæði ég ætla að vera hönnur ok. Og þá var eiginlega svona flokksins ákvæði þetta var alltaf svona bara svona eitthvað leið til þess að sko vinna mér inn pening þannig að það ákvæði ég svona í fyrsta skipti að ég ætla að bara taka þetta alvarlega. En frá 26 til þessar ákvörunar? Þá, betur nú hvað gerði ég? Ég flutti til New York, reyndar að vinna sko hjá mjög flottir stofu, en það var líka bara eiginlega því að mér langaði að fara til New York. Það var eiginlega ekkert endilega því að mér langaði að vinna við þetta. Og var þar og síðan fór ég eiginlega bara í svona mjög mikla drykkju var að drekka eiginlega svona nánast daglega í svona 5 ár og var að hanna með hann sko að því að það samanskapið var bara veist, til að fá laun fyrir áfengi og síðan þegar ég var ég hef ekki verið það er komin ég verið 34 ára þá hætti ég að drekka og þá ákvæði ég svona þetta er það sem hefur svona haldist lengst í lífinu mínu, ég get alveg haldið áfram bara að gera þetta. Mér finnst svolítið fyndið að veist, ég er að horfa á þetta búin að ná svona miklum árangri í tengslu við hönnun og sé svona, já en hérna þú lítur nú að hafa verið orðið mjög góður hönnun, nei, þetta var nú bara svona eitthvað á hliðalínni og síðan fyrir í þetta og bara í rauninni, þú gerir allt annað en hönnun áður en að þú áttaði á því bara, já, ok, ég læt reyna á þetta. Já, ég bara klúraði vel öðru sko, það var eiginlega bara verið þannig. En þú leist alveg að reyna á hans sem margt. Hvað varst að gera út í New York? Varstu að sækja þér bara í reynslu eða bara ferðalag að pröfa eitthvað nýtt? Mér langaði bara að prófa, sko vinur minn komst inn í mastersnám í listanám og ég man þegar hann sagði mér að þetta var New York og ég man þegar hann sagði mér þetta og þetta var 2 ára nám og ég hugsaði sko, ef ég fer ekki út núna með honum eða gera eitthvað, þá væri ég bara þetta 2 ár þegar hann kemur tilbaka og það er ekkert breyst. Og þannig ég ákvað bara að fóra sóttum á nokkrum stöðum og fekk eiginlega vinnu bara hjá einu besta fyrirtæki í bransanum sem var samt frekar lítið, þannig að það kom mér mjög óvart og ég hafði aldrei farið til New York áður, þannig að þetta var bara svona að pröfa og ég var úti í 1 ár. Og þannig ertu að fá fyrirtæki hjá mjög flottu frá vinnu hjá mjög flottu fyrirtæki og þú ert væntanlega að sýna þeim einhvers konar portfóljó eins og þetta virkar í bransanum en þú ert ekki með neina menntun í þessu. Nei, það er rosa lítið spurt menntun í þessum bransa. Ok, og við erum ennþá að tala með hennan sama bransa, einhvers konar digital vara. Já, digital hönnun, já. Digital hönnun. Já. Ég held ég hef aldrei verið spurt því. Og þú kemur heim frá New York já. Og ferð þá að vinna hans á CCP eða ekki? Sko, ég kom heim frá New York og var þá orðin svona frekar blautur, svolítið mikið og fór síðan bara alveg yfir í dagdrykkju og fór að vinna var verktaki fyrst hjá Decode við fórum að vinna í Decode Me sem var svona fyrsta svona einstaklingsbundna DNA-prófið og síðan fór ég þaðan og fór ég viðtal viðtalið mitt hjá CCP var daginn sem að efnaðarsunni var 2008 og síðan fekk ég vinnuna þegar CCP var svona í fyrir eitthvað góðum málum og var þar sem verktaki líka í svolítið tíma og
og síðan bara var ég endalega rekinn bara fyrir að vera rílu starfsmæður Já, einmitt. því ég náttúrulega mætti mjög illa Já, og það hefur væntanlega haldist í hendur við drykkjuna og, Já. Og mögulega bara verið út af því. og síðan eftir það þá stofnaði vinur minn félagi minn sem ég kynntist í New York hjá þessu fyrirtæki hann stofnaði annað fyrirtæki og byrjaði svona bara að láta mig fá verkefni sem að ég gætt unnið heima þannig ég var að vinna heima síðan bara þannig að næstu 3-4 árum bara fullur Já, einmitt, þetta var slemt út og varst ekki að mæta á svona lille mæting og þess að þar síðan máttur þú vinna heima, þá var það bara bensin og eldin þess vegna. Já, þetta var eiginlega svona fullkomið þetta því að að því leitinu til að ég gætt bara gert það sem ég vildi Einmitt. En ég veit að þetta er kannski svona erfitt oft að ég spyr þessar spurningar og svo bara svara þetta að liggja þarna, en þú veist, á þessum tíma þú vantilega ekki verið sáttur við hvar þú varst og eins og þú talar hann fer þarna til New York og þú hugsaðir, já ok, ég vil ekki vera á sama stað eftir 2 ár, hvar var og þú veist, ég meina, nú er ég á sama aldri og þú varst þarna, hvað langaði að gera alveg? Hvað, bara eitthvað, láta eitthvað gott að leiða eða? Nei, mér var alveg saman það ég hugsaði sko, ég hef eiginlega aldrei hugsað meir en kannski nokkra mánuði fyrir minn tíman þannig að það var eiginlega ekkert plan sko það var bara að komast í ykkur aðstæður sem myndi eitthvað skemmtilegt gerast Ok, þannig að þú bara skellir þetta New York-æventýri og kemur heim og fer í Decode og CCP þetta er með flottustu fyrirtækjum landsins og síðan byrjar þessi vinnuðin að dæla í verkefnum þú vinnur þau og ert samt í drykkjunu, ert alveg að skila góður vinnu eða? Ég allavega nógu góður þannig að við vorum að vinna sko, það var aðalega verkefni fyrir Google, hann var svona stærsti kunin hjá honum þannig að já, ég fekk alltaf meira og meira að gera ég var svona frekar funksjónal alls Já, einmitt, að starfa fyrir Google Já. En þú ert þarna í vinnu þar sem að þú getur unnið hvaðan sem er út frá bara því að vera að nota tölvu en það þýðir líka að samkeppniðin getur gert það þannig að samkeppniðin er ekki bara með við Reykjavík eða þá sem sækjum vinnu hjá CCP eða hvern sem það er heldur allur heimurinn Já. Og þannig er þú bara svona aðeins að dæla við eitthvað þróunarfræði og þess að af hverju er þú svona framúrskarandi í þessu? Ég veit, ég er alltaf búin að vera kannski í þessu lengur en flestir ég var búin að vera einhver leiti í þessu í 15 ár það er ekkert vola margir internet er ekki það gamalt sko, þannig að það er ekkert vola margir sem voru búin að vera lengi og það er örugglega haft áhrif ég er mjög skipulaður líka þannig að ég gætt svona stærri vefur eða stærri upp eða eitthvað þá get ég kannski hugsað eins öðruvísi heldur en svona klassískur hönnur og síðan var ég bara með rétt sambönd það er rosa mikið sambandtengt Heldur að þetta hafi verið þessi svona raungreina hugsun sem var að hjálpa þér þarna? Já, það er rosa, ég held að það sé svona frekar sjaldgæft hjá hönnuðum almennt að það sé svona svoleiðis bakgrunur þannig að það hjálpar svolítið Einmitt. Og þarna er þetta að taka risaverkefni og ég meina þetta er örugglega leiðilegasta spurning sem þú færð en svona, þú ert búin að vinna fyrir mjög stór brönd í gegnum tíðina og Google náttúrulega bara að hljómar jafn stórt og það er, eða ekki? Jú. Fyrir verktaka sem er að vinna bara hérna frá Íslandi að ná einhverju verkefni fyrir Google varst alveg með sjálfströst í þetta? Já, mér fannst það bara mjög sjálfsagt það var mjög leitt og líka meira að segja að koma að því bara út af þetta ertu verktaki bara eins og að semja eða verðleggja eða þess aftar, þú varst bara með þetta allt á hreinu ég var alltaf viljandi ekki of dýr því mér langaði þetta bara að fá fyrir verkefni og fá reynsluna þannig ég var bara með ég held ég verið að rukka kannski $80 á tíman og kannski standardin hefur verið aðeins herri þá en mér fannst meira mikilvægt sko, ég var sko undirvert ekki hjá þessa stofu og ég vissi að ef ég myndi vera of dýr þá myndi ég ekki fá verkefna því að það var bara ekki hægt þannig að ég vildi frekar fá þessa reynslu og síðan þegar ég var komið reynsluna þá fór ég að tala við fólk í bransanum og hvað þú veist, fá upplýsingar hvað fólk er að rukka og byrja þá að hækka textana mjög verulega. Fólk í bransanum, það var væntanlega einhvers staðar út í Bandaríkjunum eða eitthvað? Já. Og hvað kemur til þess að þú gefur hönnuninni alvöru séns? Sko, ég hætti að drekka
og fór bara svona að skoða hvað ég geti gert og því að því ég var náttúrulega þú veist að drekka til að vera eitthvað flótta og ég þurfti eitthvað annan flótta og það að vinna svona allan að heilnæmari kostur og þannig ég sökti mig bara inn í það bara, þú veist, ég ætla bara svona sáð fyrir mér, ég komin alveg ákveðið langt á þess að reyna mjög mikið, það var bara gaman að sjá hvað ég myndi komast langt ég myndi virkilega að reyna á það Einmitt, þá ertu að tala með að þú væri bara ekki að drekka og væri bara að fókusa á þetta Já, og gera þetta almennilega ekki bara þannig að hluta af þessi sko, vinnan sjálf hönnunin en þegar stór hluta af þessi líka bara að kynna sjálfan sig já. Þannig ég fór að gera það mjög mikið og taka þátt í alls konar svona hlutin sem það þarf að gera ef maður ætlar að koma sér á kortið sem sko fílansar Og spilar dribbúl þarna einhvern Já, þannig að þá fór ég dribbúl svona samfélag þar sem að hönnuðir pósta þeir sem að gera og það var svona að byrja, það voru nokkur svona staðar, ég talaði við ykkur á vinnu mína og spurði svona hvað rætti ég að sko setja tíma mína því að þetta virkilega mikið vinna og ákvaða og síndi þetta að dribbúl myndi vera svona stærsta og það var svona nóg til þess að ég var ekki of sett og byrjaði þá að bjóð mig til markmið og byrjaði að pósta mjög reglulega og taka mjög þátt í samfélaginu Bara sína þína vinnu og þá er einhvern veginn svona samfélagi kringum þetta, komment og like og eitthvað svoleiðis eða ekki? Jú, það klassist Og vekur mikla athygli þarna? Já, ég ákvað það að ég skráði mig og setti mér svona bara markmið ég ætla að ná, þú veist, x mikið af followerum á einhverjum ákveðnum tíma og ég ætla að gera það þá er ég að posta svona oft og þú veist, byrjaði bara að búið til mér einhverjum markmið og svona frekar fljótt þá náði ég að komast á skrið þannig að ég byrjaði bara að skilja hvernig dribbúl virkaði eins vel ég mögulega gat það skiptir rosa miklu máli hvað með marga followera á þessum tíma og það var svona stærsta markmiðið mitt að því að það var gæst notað það til þess að fá athygli það var notað til þess að ranka allt í leitinni þannig að þegar fólk fór að leita þá fór ég að poppa upp mjög svona ofalega þar og svona smá saman þá var þetta vantið upp á sig og svona endanum þá var sko þegar ég stofnaði fyrirtæki mitt þá var ég held ég nummer 5 eða 6 eða eitthvað í svona flest af öllum á vefnum sem er skráður með við fjölda followera Ok, þannig að þú ferðin á svolítið svona hvað segir maður, svona nýs hóp af fólki og nærð mjög hátt þar upp Já. Og þú væntanlega ekki sýnt fram á verkefni hjá Google og þess að það sem að kemur svolítið ofalega og vekur athygli Já, það alltaf og það sem er svolítið skrítið í þessum bransa er eða ekki skrítið, kannski bara mjög leitt er að þú þarft eiginlega svoleiðis verkefni til þess að fá önnur svoleiðis verkefni það er mjög sjaldgætt að fólk er ráðið bara út af það að það sé að þú getur sýnt að það getur unni fyrir sko lítið fyrirtæki það er allt öðruvísi að vinna fyrir stór fyrirtæki Getur sagt mér hvernig? Það er bara miklu fleiri alltaf miklu fleira fólk sem þetta vinna fyrir það er miklu fleiri miklu meiri kröfur það er miklu meiri svona punktar sem átt að hitta á rétt en þú ert að vinna kannski fyrir einn einstaklinga eða bara fyrir sjálfa þá getur þú bara búið til svona það verður bara eins og list en það er eftir að uppfylla einhverjar vist kröfur fyrir kannski stóran hópa af fólki og það verður svona þetta er allt annað bransi Þannig að það er miklu meiri gæðarstimpill en maður hefði haldið að bara vera með svona stórt fyrirtæki á bakinu Já og það er líka sko ekki það að Ari gæti ekki gert þetta það er meira sko að þú ert ekki að fara að ráða eitthvað sem að í stórt verkefnin sem að þú ert ekki viss með þannig að þú ræðir fólk sem hefur gert það áður þegar þú veist áhættan er svo mikil þetta klúrast Þannig að hann ertu hættur að drekka úr byrjar að setja allan fókusun á vinnuna ætlar að taka út fíknina þar frekar komin hátt upp á dribbúl og segist að þarna stofnaður Ueno, eða ekki? Jú, síðan sko ég var ári eftir að ég hætti að drekka þá eignuðumst við dóttur okkar, ég og kona mín og
við ákvaðum og vorum eiginlega sko þegar hún var ólétt þá vorum við búin að ákvaða að flytja til Japan þessi var hún óleitt, þannig að við frestum við eignumisbati hérna heima og síðan þegar dóttir okkar var 3 mánaða þá fluttum við til Tokjó og vorum þar í 6 mánuði og þá var ég áfram að vinna bara sem freelancer en var svona búin að búa til þetta dribbúl að koma inn í dribbúl sem að þýtti það að ég fara að byrja að fá verkefni sjálfstætt og byrjaði að vinna í stærri og stærri verkefnum og var að byrja að setja saman hópa af fólki til þess að vinna verkefni með mér og ég hugsaði með mér að það væri sniðast að ég myndi núna stofna fyrirtæki ekki endilega því að ég ætla að vera aðfylgta fólki heldur að því að með því að vera með fyrirtæki bak og segja að það myndi bara lúka miklu starra og ég gæti rukka herri verð. Þannig að þetta væri rauninni bara smá rökrétt að vaksa, bara að geta tekið fleiri verkefni að sér og fá einhvern annan til að hjálpa sér og svona. Já. En var það ekkert erfitt fyrir þig út af því nú er þetta tengt hönnun og það er bara svona forvitin að vita hvort að það var auðvelt fyrir þig að treysta einhverjum fyrir því að hanna með þér? Já, það er náttúrulega svolítið erfitt í upphafið sérstaklega, þú veist, að byrja að læra fólk, vinna með fólki. Þannig að ég sá mest megnum sem hönnun til að byrja með, þannig að ég var aðlæra að forritara og ég var að vinna mikið með teiknurum og öðrum. Þannig að þetta voru ekki beint hönnur í upphafi, en síðan byrjaði alltaf að ráða mikið hönnum eftir það. Já. Og þá er rauninni komin svona, þetta fyrsta stig af Ueno í rauninni, þá er þetta lengur bara þú sjálfur. Þannig að fyrsta árið hjá Ueno, þá var ég bara eiginlega að gera sama áður, var bara eiginlega freelancer. Var með síðan var með kannski 10 manns í vinnu, sko, sem bara freelancer líka, sem náttúrulega mjög þægilegt. Af því að þú veist, ég var ekki með fasta launakostnað. Einmitt. Og síðan lok fyrsta ársins þá réði ég fyrsta starfsmæðin. En þarna að stofna svona fyrirtæki og fara út í bara stærri rekstur, þurftur að safna pening eða taka lán eða eitthvað þess áttar? Nei, af því að sko, fyrirtæki var náttúrulega bara, þú veist, það breytist ekki neitt, sko. Það var bara það að ég var með lén. Veist, og síðan var ég bara ennþá freelancer þannig að þú veist, þetta var allt svona bootstrapað bara. Þú erum bara að skrifa grein það sem þú ert búin að læra á síðasta 5 ára rekstri af Ueno. Okay. Og þú sagðir að á fyrsta árinu þá hafa verið lært að hard work is everything. Þú reynda tókst það fram að það var ekki endilega fyrsta ári sem kendi þér það en það var bara gott að setja það svona upp. Og þarna varst að tala að þegar þú varst að freelansa sjálfur að þú varst að vinna mjög mikið og eins og þú búin að segja núna og það er mér að skila þér í því að þú gast sko unnið inn tæplega $1 million. Já, það var tæplega $1 million hagnaður fyrsta árið, já. Og það var hluti til bara því að ég hækkaði all taxta mjög mikið og síðan að því ég var að vinna 100 tíma á viku og alveg allt fyrsta árið. Og hver var hvatinn eiginlega? Hvatinn er miklu frekar hljómar eitthvað svona eins og svona eitthvað jákvæmt. Hvatinn var eiginlega frá flóttinn, var bara eiginlega hvatinn. Þetta er alveg eins og að sko því ég var að drekka. Þetta var bara endalaus flótti. Vá, þú bara í tilfinningarlegu samingi þá upplifur það eins og með drikkjuna? Ja, þetta er alveg sama. Vá. Þetta er bara skipta út einhvern fíknum. Þetta er alltaf jákvæðir í fíkn. Já, einmitt, svona utan á frá, leita betur út. En ég get alveg trúið að þetta hafi verið líka einhvers konar burnout á endanum eða eitthvað? Já, sko, ég fari í gegnum alveg mörg, sko, kom næst í 7 ár sín stofna fyrirtæki og ég er búin að vinna svona mikið allan tíman og ég er búin að fara í gegnum mjög mörg burnout tímabil. Já. En það hönnur, það bara fylgir þessu. Af hverju er þetta bara fylgir, er maður dæmdur til þess þegar maður er í verktækjum, maður ræður tímanum svona sjálfur og þú náttúrulega kannski eins og þú veist tala með flóttan og þess að þar? Sko ég held að það er blanda því og síðan líka sko þegar ég ólst upp þá áttu við mjög lítið og ég farið í gegnum sko þegar ég var í háskólanum og þegar ég var ég gengi í gegnum mörg tímabili í lífinu þar sem ég átti bara eiginlega ekki neitt og enga peningi var að lifa á sko kannski 80 skall á mánuði og borðaði bara núðlur í marga mánuði og þá, sko, það er svona situr líka í mér, sko, að þú segir ekki nei verkefni, þannig að ég sagði bara já við öllu og síðan fann ég út í hvernig þetta rettaði þannig að
blanda þessu og síðan bara, þú veist alkoholismin eða þú veist, þessi fíkn og já, eitthvað bara svona innbyggt sko að ef eitthvað býðið vinnu og býðið verkefni þú getur unnið meiri pening bara þá safnar honum og að það kemur eitthvað erfitt hérna. Já, annað væri bara galið að segja nei út af því þið langa að sofa lengur eða eitthvað svona merkjum einhvern ódugnað eða þess að Já, og bara merkjum, eða þú veist þá ég vissi að ég myndi, eða þú veist ekki vissi, þetta er eitthvað svona þetta er ekki endilega rökrétt, en þetta er svona situr í mér að þú safnar alltaf fyrir sko erfið tímanum. Og það var eins gott að segja já þegar segja já öllu, sem finnur út í. En þú segir líka í þessari grein sem ég var að tala að þú er ekkit endilega að tala fyrir þessum svona hustle culture sem náttúrulega Nei, þetta er náttúrulega alls ekki heilbrigt, þetta er ekki heilbrigt hugsun. Þetta er ekki, sko, þú býr ekki til hamingjusamt fólk með því að hugsa svona. En þannig ég er ekki að mæla með þessu, en þetta er bara hvernig heilin mín virkar. Já, bara það sem þú gerir. Já. Ég veit. Finnst þér eitthvað svona, við þennan tíma finnst þér samt, sko, nú ertu búin að ná svo miklum árangri og fyrir öllu sem langar að vinna í þessu, þá er þú bara ef maður gefur okkur það að þetta sé árangur þá sem þú ert búin að ná, þetta var samt mikilvægt og í þessari grein þá segiru hard work is everything. Sko, já, ef að ef þú vilt, sko, ef þú skilgreinir árangur sem að búið til eitthvað stórt eða vinna fyrir svona fyrirtæki eða eiga peninga eða hvernig sem það að þá er það alveg rétt. En ég veit ekki alveg hvað það sé sko eins og segja, það er ekki endilega það er alls konar til alls konar árangur þetta er ekki endilega það sem allir er að gera. Nei, nákvæmlega. Þarna ertu að byrja að ráða til þín fólk í UNO og þú ert alltaf í einn orðin einhvers konar stjórnandi. Er það þín típa? Þú veist, virðist þú vera bara svona rólegur og yfirvegaður náungi samtir þið vel í stjórnandahlutverkinu? Betur náttúrulega eftir því sem ég æfi mig því að sko fyrst ég hef aldrei verið yfirmaður ég var ekki einu sinni sko verið með einn þarsmann sem yfirmaður bara síðan bara aldrei ekki svona raunverulega og þannig að þú veist, ég veist að læra mjög mikið að vinna með fólki að vera stjórnandi og fara úr því að vera þú veist bara svona frílansari yfir að vera með kannski alltaf 100 mann sem að vera stjórna er svolítið svona það var mjög svona harkaleg aðlögun og mikið af myrtjökum. Og þarna þegar þú ert að ferðast heiminn eins og þú segir og fórst til Tókíó þá ertu vantarlega bara í einhverjum svona video calls eða ekki, bara Jú, það er engin skrifstofa að koma inn eða einhver fundur klukkan 10 mánudum með þess að þar. Nei, það var ekkert, það var bara og síðan sko við stofnuðum fyrirtækið í Buenos Aires og síðan og fyrsta skrifstofa var samt hérna á Íslandi en já það var eiginlega ekkert sko fyrstu 3 árin þá var þetta bara eins og svona hópur af frílansurum fyrstu 3 meira en það kannski það var bara svona stanslaust kom alltaf upp þegar ég var að tala starfsfólki hvað er sem ekki bætt og það var leið bara öllum eins og þetta væri bara hópur af frílansurum af því það var eina leiðin sem ég kunni til að stilla upp hópum það var bara svona, heyrðu þú bara ferð og redda þessu það var ekki meint svona teimi beint. Nei, bara útdeila verkefnum í rauninni. Já, og það var engin svona var ekkert utan haldaði neitt. En hvernig er þetta fílaði þarna á bara flakkið heiminn? Þú fer sko til Tókíó, Vancouver, Buenos Aires, Ríó, Barcelona hljóma frekar geggjað sko? Já, þetta var mjög næst sko, en ég var alltaf að byrja að vinna rosa mikið hérna þannig að ég var eiginlega, þótt ég hef verið allavega stöðum þá var ég alltaf bara eiginlega að vinna heima og fekk síðan kannski fara þú veist, á stundum og skoða borgina en kona mín og dóttur okkar það er náttúrulega nutur tímans miklu betur og skoðuð miklu meira. Já, ok, þannig að þú varst í rauninni bara þú varst í mismunandi heimsálunum en þú varst alltaf í tölvunni. Þetta er svolítið mikið. Ok. En þetta var samt konceptið að skoða heiminn eða hvað? Já, svona, sko, konceptið var eiginlega bara að ég getur hvað sem skiptir einhver máli
þetta er örugglega svona uník tími við getum við dóttir okkar er ekki of gömul, hún þarf ekki að fara í skóla og við getum svona mér finnst ekki sérstaklega gaman að ferðast svona, mér finnst ekki gaman að vera í flugvél eða rútu eða eitthvað, mér finnst gaman að vera á nýjum stað, þannig að þótt ég væri mikið að vinna, þá var mjög skemmtilegt og sérkennilegt að geta farið út og vera á nýjum stöðum og upplifa að vera það nógu lengi samt til þess að finna þess að maður svona smá búið þar. Já, nákvæmlega. Og hvar er sem ekki bara næsta skref að búið til meira utanumhald utanum UNO? Jú, síðan byrjaði ég að ráða fleira fólk, við vorum komin upp í 20 manns held ég á öðru árinu og þá svona smá saman byrjaði ég að hugsa, það er náttúrulega meira fólk og síðan og meira utanumhald og byrjaði að ráða byrjaði fikra með áfram í það að ráða eitthvað svona senior fólk til þess að hjálpa mér og gerði bara mjög mikið mistökum í því, bæði í ráningum og síðan í hvernig ég held þetta það og svona smá saman þá byrjaði ég að finna rétt á fólkið og svona halda áfram og núna er þetta henni það er svona fólkið sem vinnur með mér er mjög rosalega öflugt. Getur þú sagt mér aðeins frá verkefnum sem þið eru búin að vera fast við? Neymdroppað? Já, við vinnum eiginlega mest fyrir starri fyrirtæki náttúrulega, mjög mikið fyrir tæknifyrirtæki. Við höfum unnið eina með öllum tæknifyrirtækjunum, starri tæknifyrirtækjunum í frekar stóru verkefnum. Við erum til dæmis að vinna núna fyrir Twitter, við erum að endurhanna eiginlega allan svona heiminn fyrir Twitter. Einhverjar breytingar sem notendur eru að fara að sjá? Já, mjög mikið af breytingum og höfum verið að vinna í mjög mikið af hlutum sem eru að byrja að koma út og erum að endurhanna PayPal appið núna. Við erum að vinna fyrir Facebook í að búa til svona þeirra útgáfa af ég er að hugsa hvað ég má segja allavega við erum að vinna í stóru verkefni fyrir Facebook, við erum alltaf að vinna mjög mikið fyrir Google áfram við erum fyrir Apple og við erum vinna fyrir alltaf stærri tech-fyrirtækin. Sen erum við líka að vinna mikið sérstaklega í New York fyrir svona fjármálafyrirtæki, við erum að vinna mikið fyrir við erum vinna fyrir Visa ég hef búið til nýja vörur og Robinhood Square, Venmo og síðan erum við vinna núna fyrir Walmart líka mjög mikið að hjálpa þeim að búið til nýja vöru sem við sérstök að þú getur það var áður en að kórónuveirun byrjaði sem við vinnum í þessu en allavega þú getur sem sagt þú pantar sem sagt heim bara eins og þú gerir með alls konar vörum en munurinn er sá að Walmart er með aðganga heimilínu með sérstökum lás og fyllir semst ískapin fyrir þig þannig að þú þarft eiginlega ekki að gera neitt það er mjög áhugavert. Já, það er mjög áhugavert. Ég held að svona hluti þurfa að vera kynntir hægt og rólega fyrir heiminum. Já, IKEA það er bara, við erum að vinna fyrir mjög mikið af svona stærri fyrirtækjum í alls konar vöruþróun. Hvað svona, nú er þetta margir hlekkir til þess að einhver góð vara verið til. Hvar upplifir þú þig í þessu? Finnst þér þú bara að vera að hann eitthvað útlitið eða finnst þér þú svona ábyrgur fyrir einhvers konar tengingu notandans við vöruna á endanum eða búið til einhverja tilfinningu? Ég persónulega alltaf gerir volítið en mitt hlutverk er mest megnis að tala við nýja kuna, hjálpa þeim að skilja hvað er að fara að gera og síðan að búa til rétt teimið til þess að geta klára verkefnið og síðan kem ég bara inn og segja eitthvað brandara eða eitthvað síðan en hlutverki okkar er að búa til þetta svona upplöfunina þannig að það þýðir bara allt frá hvernig það virkar og síðan hvernig líður þú nota hvernig það tengist við brandið sem þú nota hvernig skilja alltaf fyrirtæki mjög vel til að skilja hvernig fá þau pening skilja nótundar náttúrulega vel hvað er hann að leita að hvernig getum við fundið svona overlap og síðan að upplifa búa til þess að svona end-to-end upplifun þannig að þú sért sem nótundi að
fá út úr þessu sem þarf að fá út úr í bæði svona tilfinningulega og síðan bara svona taktikl upplifun. Þetta búa til þetta fara í gegnum eitthvað verkefni, þú ert að klára að taka út pening, þú ert að kaupa húsgögn eða hvað þetta að gera. Já, láta fylla á kælinn hjá þér. Já. Fylgist eitthvað með umræðinu svona, hvað segir maður, í rauninni neikvæðu hliðarnar af tækninni svo mikið í tengslu við samfélagsmiðla og þess að það út á nefndi Twitter náðan. Er þetta eitthvað sem þú þarft að pæla í? Já, mjög mikið. Við erum Facebook og Twitter eru með stærstu kundum okkar. Mjög mikið verkefni, sérstaklega fyrir Facebook er að hjálpa þeim að búa til vörur sem eru betri fyrir samfélagið og finna út hvað við getum gert. Við náttúrulega erum með takmörk fyrir hvað við gerum en reyna að hjálpa þeim ofta að fara betri leiðir. Þannig þið eru alveg þar líka þið eru alveg, þetta er svona það breytt starfsvið sem að UNO er með. Já. Það var í kringum aldamótin rétt eftir þau og ég veit ekki hvort að þessi internetbólahöruglega sprungin, þá að vera að tala um hvað voru mikil vonbrigði, það voru ekki komin svona fljúgandi bílar og þess að og það var einhver í Kísildalnum sem sagði the best minds of our generation are making people click ads. Bara svona það er það aðstæða verkefni allra í Kísildalnum. Já. Hvað finnst þér þessa pælingu? Það er náttúrulega einhver litið satt en það er endar ég bara hugsa teimin sem er að vinna í þessu, þetta er ekki endalega bestu teimin þannig að þetta er ekki alveg satt. Nei. En en mjög mikið, þetta er náttúrulega leiðin til þess að fyrirtækin geti gert mjög mikið að það sem eru að gera. Það eru auglýsingatekjur og þannig að já, það er náttúrulega mjög mikið sem fyrir það en minnsti hlutin af fólkinu er að vinna í þessu. Það er ekki síðan er þetta bara með af tækni og hönnunarfólkinu er að vinna þessu, síðan er þetta bara með stórt neitt af sölufólki. Þannig að þetta er ekkert svo mikið ágefni að við séum að tapa okkar besta fólki í auglýsingabransan. Nei, ég held ekki. Ok, en eins og tæknin, það er alltaf þessi svona neikvæðarlið og gaman að ræða hana og ég meina, þegar einhver fyrirtæki nær svona miklum árangri eins og Facebook og Twitter og þá er náttúrulega bara mæta allir með heikaflana og gaman að reyna að taka þetta niður en bara svona jákvæðarliðarnar. Fyrstulega þá er ég alveg sammála meila öllu neikvæða. Ég held að það sé alveg gríðarlega ábyrgð sem þessi fyrirtæki hafa og ég held að þau hafa gert mjög stór mistök, mjög oft ekki viljandi og sum fyrirtækin eru kannski meira tilbúin til þess að samþykja þegar það hefur gert mistök og vilja bæta fyrir þau en önnur. En síðan alltaf eru alls konar jákvæðarlegar. Það eru alltaf fólk, þú getur tengst, þú getur fundið þín áhugamál, þú getur fundið fólk sem er hugsað eins og þú, sem getur verið mjög ákvætt en alltaf líka leikvætt ef þú hugsar á mjög skrítin hátt. En þú getur fundið svona þitt samfélag í heiminum sem að var alltaf eftir því sem áhugamálið þitt eða eftir hvernig þú ert er svona minni hluti af hildinni var alltaf var erfitt í gamla dag er núna svona fyrir auðvelt, þú getur farið og fundið fólk sem að hefur áhuga á náttúrulega hverju sem er og þú getur verið í samskiptum við vinum og fjölskyldur náttúrulega bara yfir hafið og þú getur gert það er allt svona mörguleiti miklu auðveldara en já, það er náttúrulega ég held að ég er svona mín nálgun á þetta er eiginlega svo að það stoppar ekkert tæknina ég er svona ég trúi því ekki að við munum einhvern tímann stoppa sem mannkinn stoppa mögulega framþróun hvort það munir góða eða vond og þá er betra að reyna að hafa áhrif á hana heldur en að standa fyrir utan hana og segja bara þetta er allt ómögulegt. Já, það er ljóma svona eins og rétti litunum að gera. Ég sá fyrirlestur frá það sem þú varst að tala um að þú óskaðir eftir myndum eða myndböndum af móðuðinni á Facebook. Getur þú sagt mér söguna bak við það? Já, mamma mín dó þegar ég var 11 ára
og mín svona leið til að díla við það var eiginlega bara að loka alveg á það og svona fara aldrei í neinn sko, ég svona vann ekkert út úr því og síðan bara fyrir nokkur árum síðan þá byrjaði ég að hugsa meira um þetta, ekki það ég hef ekki hugsað mikið um hana, ég hef hugsað mjög mikið um hana en sko byrjaði svona að opna það að ég geti aðeins talað um hana við fólk og talað við við feindlum ég talaði aðeins við afa mín á Nando og síðan byrjaði ég bara um efni frá fólki, bæði ljósmyndir og vídeoefni og setti inn status á Facebook og byrjaði að fá bara mjög mikið efni frá fólki sko náttúrulega sem ég þekkti en líka frá fólki sem þekkti ekki neitt og það byrjaði að koma alls konar vídeoefni sem var mjög sérstætt því ég hafði ekki séð sko vídeo af henni síðan bara ég var 11 ára sem ég man eftir þannig að alveg í 30 ár þá hafði ég ekkert séð hana nema bara myndum og það var það svona já alltaf mjög dramatískt og svona hafði mikil áhrif á mig að svona upplifa hana upp á nýtt aðeins bæði gegnum þessar sögur, ég byrjaði að fá líka sögur og síðan bara sjá hana og mun eftir henni og svona fann mér sér eitt vídeo, fekk vídeo sent sem að það sem hún að tala við mig sem var mjög, mjög sérstætt og og þetta er náttúrulega sko hlutilega alltaf, það hefði náttúrulega aldrei verið mögulegt nema út af tækninni, ég hef aldrei fengið þessu upplýsingar þannig að það var svona já, þetta var mjög sérstætt. Þetta er mér örgulega svona einn helstu mótrökin gegn þessari neikvæðu umræðu í kringum við tæknina, þetta svona connecting people pælingin að þú getur bara, þetta hefði ekki verið mögulegt, þú hefði ekki getað sett upp neina skjáauglýsingu eða neitt svoleið sem myndi ná yfir þetta. Og þetta var mikið, sko, mikið af þessum ég fekk, mjög mikið af þessum ég fekk var fólk sem ég aldrei heyrt eða hitt. Nei, bara einmitt, fólk sem þú vissir ekki af. Já. Var þetta mótandi fyrir þig að missa hana svona ungur? Já, ég er einmitt í sjálfræðitímum núna sem ég reyna að vinna út úr þessu hvað áhrif það hafði en já, ég sko ég held að alltaf eftir áskýringar eru alltaf svona svolítið erfiðar en sko í minningunum þá var ég svona mjög hamingjusamur sem krakki en síðan eftir þetta þá var ég svona mjög miklu hlétræðari, miklu þyngri og líka bara það verður náttúrulega til einhver svona hræðsla við að missa fólk og hræðsla við svona eitthvað sem er svona endalegt þannig ég finn það alveg bara ennþá í dag að ég er alltaf að semja mig frá því og hangi oft í hlutum allt og lengi að því ég er að semja mig frá því að þessi búið því að við getum stjórnaði meðan að þetta var svo endalegt og svo hratt að hún dó í bílslýsi og það það svona hefur mjög mikil áhrif á mig þótt ég veit ekki alltaf að því og kannski það sama eins og sagðir að varst fein að tala við afaðinn þá ef það greinlega skipti miklu máli út af þessu Já, ég fekk upplýsingar hjá honum, ég fekk líka mikið myndum hjá honum og hann svona talaði fyrir mig, ég vildi hefði talað við hann miklu meira sko, en þetta var allavega hafði ég er mjög fegin að ég átti hann 1 eða 2 samtöl við hann Það er svona skrítið sko þú sagðir hann að þú talaði sálfræðing um þetta og bara svona reyna að átta þig á því hvaða áhrif þetta hafði, hvað maður getur oft verið vitlaus bara að ekki að vinna úr áhrifum heldur bara hvaða áhrif hafði þetta, hvað er hægt að leiða yfir í þetta og hvað ekki Já við lífið er alltaf mjög flókið sko og ég held að sé mér er að tengja eitthvað hvernig maður er við einhvern einn atburð en það er alltaf nokkur atburður sem kannski hafa stærri áhrif, meiri áhrif en annað en það er einhvern veginn aldrei sko því hún dó þegar ég var 11 ára og síðan heldur alltaf bara lífið áfram og þá vinnum maður, eða allan ég vann aldrei, eða fór aldrei með þetta var bara svona það sem gerðist og hluta lífinu og síðan allt í einu sko ég er alltaf komið með börn við eigum 8 ára dóttur og 30 ára son og þá er það svo mikið að hugsa um það hvernig þau eru og þá fyrir ég að hugsa meira um það hvernig ég er og að hugsa um það
hann ætla að fokka allar upp börnum sínum einhvern veginn en svona reyna að finna út hvernig ég get fokkað þeim upp sem minnst með því að allavega að sko skilja sjálf á mig betur og hérna og reyna að svona átta mig á þessu og því að sko spurningin sem þú spyrir sko hvað áhrif hafa þetta á því það er alltaf erfitt fyrir mig að svara þessu því að ég hugsaði eiginlega aldrei þetta fyrir bara núna undanfarið ég veit ekki hvort ég hafi eitthvað svar á endanum en allavega þá langar mig að skilja þetta betur Og þegar að, einmitt þú varst að tala um þessi flótti, hvort sem að vinnan eða áfengi það var líka bara frá flótti ykkur sem þú vissir ekki hvað var bara eitthvað svona vanlíðan eða? Já ég er líka sko, ég er með vöðvarýtunarsjúkdóm og það náttúrulega hefur líka mikil áhrif á mig og Hvernig lýsir hann sér? Hann er þetta fæðingar sjúkdómur og hann er sörnunarsjúkdómur þannig að hann svona hægt og rólega vinnur á þannig að ég gat labba þegar ég var yngri en svona byrjaði að geta hægt og rólega þá misti ég tökinn því og síðan byrjaði ég að hjólastól þegar ég var 25 ára og svona smá saman þá vinnur hann bara á allir líkamannum og þú veist vera að vinna í höndunum og fleiri hlutum þannig að hluti af flóttanum var alltaf að þú veist, mér langaði bara til að komast út úr ástandinu komast út úr líkamannum Og er það, þú segir 25 ára að byrja að nota hjólastól fram að því þá bara lappar og Já, en sko síðustu árin fram að því þá sko ég hefði átt að byrja að nota hjólastól miklu fyrir sko, en sko alla menntaskólan til dæmis þá var ég ekki í hjólastól og var með svona óvenjulegt göngulag en þar fyrir en það var ég svona sæmilega í lagi allan besta barnaskólan og þú varst að tala um að það var hamingjusamur krakki þá gastu bara haga þér eins og allir jafnaldræðinir Já, ég gæti ekki hlaupið alveg pratt en ég gæti hann hlaupið, þú veist ég gæti ekki hoppið alveg pratt en ég gæti hann hoppað þannig ég var með í íþróttum og ég var með í alls konar hlutum ekki keppnisíþróttum en svona þú veist, ég gæti verið með í fótbolta í rýmyndum og svona og þú veist, var í eltingaleik og alls konar þannig ég gæti alveg, já, ég var svona þú veist, 95% með Er það erfitt fyrir þig að hugsa eitthvað mikið út í það hvert þetta er að þróast eða þess aftur, hvernig lifir maður með svona? Það er eiginlega sama, ég er að vinna sem í sálfræðingnum að sko tækni mín var eiginlega, hefur alltaf verið mjög svipuð þegar ég mámynd á og þetta bara er eins og þetta er og ég þarf ekkert að pæla í þessu og ég vil dæmis eiginlega aldrei verið inn í sjúkraþjálfun aldrei, þegar mér langaði bara þetta væri ekki til staðar og það bara lifði í lífinu eins og þetta væri ekki til staðar og en hún er ég mitt að reyna að grafa mig inn í þetta og reyna að skilja þetta betur hvað áhrif þetta hefur haft af því að þetta hefur áhrif á mig alls konar hluti en það sem ég er mest svona að hugsa hvernig þetta hefur áhrif á börnum mín hvernig ég upplifi, hvernig ég er með þeim hvernig ég get fundist eins og ég hef eitthvað hlutverk og svona verið meira á staðnum fyrir þau Heldur að það hefur spilað inn í að þú ferð að vinna svona mikið í tölvu eða þess að það náttúrulega auðvitað Já, sko, já af því að sko, þess að við talum um hlutverk það eru náttúrulega mjög margir hlutir sem ég get ekki gert líkamlega þannig að þegar ég finn eitthvað sem ég get gert þá kannski fer ég alveg alla leið og ég finn að ég er góður í ykkur og finn að ég hef hlutverk og ég get sinnt í að þá finn ég mikla ánægju þar því að það er kannski sko flestir hafa alls konar outlet en ég kannski hef miklu færri og þá þegar ég finn þessa hluti þá langar mig bara að gera það aftur og aftur og aftur Og síðan kannski taktu það þá þegar þú ert þarna að byrja að frílansa alvöru þá nærðu í rauninni mjög mikill afkastagetu og eins og sagði bara þessi $1 million á 12 mánuðum magnað og þú sagðir þar í sömu grein að þú átt að ráði að þú geti gert í rauninni ég er að þýða frá ensku í beinni en að þú geti gert hvað sem þú í rauninni tekur þér fyrir hendur bara svona ákveðið sjálfströst bara ok, ég geti þetta ef mér virkilega langar Já,
Það voru nokkuð hlutir svona nokkuð verkefni sem ég tók að mér þar sem ég fattaði að ég gæti gert mjög margt og sérstaklega náttúrulega að vera að vinna með fólki þá get ég, ég get ekki gert mjög margt líkamlega, þá get ég ráðið fólk til þess að gera svona hluti eitt sem ég gerði til þess ég keypti mér hús þegar ég var 2004 og ég endurbyggði það hús og það hafði mjög mikil áhrif með því að ég átti enga pening og allt í einu fatt að ég hafði mjög mikil áhuga á innanhúsarkitektúr og mér langaði rosalega mikið að gera þetta hús vel þannig að ég svona með því að nöldraði fólki þá fekk ég alls konar fólk til að vinna frýtt fyrir mig og náða að búa til heimili sem að mér fannst mjög áhugavert og skemmtilegt og sem ég var mjög stoltur af og svona þetta var eitt af fyrstu verkefnum sem ég var kannski fyrir utan tölvu en þá fyrir ég að hugsa líka ég get notað þekkinguna sem ég hef í alls konar hluti og byrja að var svona grunnurinn að einhverju svona mikið mennskapurlagi Ég held að vera að fara að segja grunnurinn að Ueno eða listi bara sem mikil mennskapurlagi en þekkinguna sem þú hefur gæst nýtt hana í alls konar hluti ertu að tala bara hönnunin, hún gæst heimfært hana yfir á arkitektur Já, það er mjög skilt en eftir því ég náttúrulega og kannski hluta til að því ég hef lært alls konar aðra hluti þá byrjaði ég að sjá heiminn þannig að það er eiginlega allt skilt og það er eiginlega allt þannig að það er svona grunnhæfileikar ekki endilega hæfileikar, ekki gott orð grunn þekking sem og verklag sem maður getur haft til þess að gera náttúrulega hvað sem er Og hvaða verklag er það? Hvað er gott að hafa? Það er náttúrulega gott að vera skipulagður að vera mjög þrjóskur og vinna geta unni vel með öðrum og að vinna mjög mikið það er náttúrulega og síðan að vera duglegur að kynna sér svona alls konar hluti og læra eitthvað nýtt og já, sko með því að gera bara meira og meira af hlutin sem ég skildi ekki þá var þægindarafinn mjög víður og núna er þannig að þetta er alveg mikið mér spóla en mér finnst í alveg eins og ég geti gert hvað sem er sem hefði mátt sleppa þessu hugafari svona í gegnum mannkynsöguna en ég svona treysti þér fyrir þessu hugafari þú varst að segja að þetta væri allt tengt er of farfetched hjá mér að leitast eftir því að spyrja hvernig þetta svona víða nám sem þú fórst í heimspekin og allt þetta viðskiptafræðin, ég meina þú varst valinn viðskiptafræðingur ársins 2019 þannig að viðskiptagráðan leitaði einhverju góðu er þetta líka tengt því sem þú ert að gera í dag? Já, ég held að það hjálpa, það var ekki meiningin en það bara hjálpaði mér að skilja allt í tengt og en að vera með svona, maður þarf að vera svolítið svona með vita nógu mikið af nógu mörgu til þess að geta tengt hlutina saman og vera með viðskiptafræðimenntun sem hönnur er ekkert, það er mjög sjálfgeft og þá, án þess þá er ekki viss með ég búið til dæmis fyrirtæki að vera með heimspekigráðu með viðskiptafræði er líka mjög spes það hjálpaði að hugsa eins öðruvísi og vera síðan já, þannig að þetta því fleiri svona vinkla sem maður hefur inn í hlutina því betra held ég að það er alltaf til þetta mjög skemmtilega orð á íslensku fagidiot og íslensku já, næstu íslensku að fólk sem að er rosalega klárt á einu sviði getur verið mjög hættulegt því það skilur ekki hvernig þetta hefur áhrif á restina heiminum ekki það að ég skilur það endilega en ég held að hjálpi mjög til fyrir fólk og ég mæli mjög sérlega með því að fólk prófi eitthvað svona fyrir utan það er svona algengt að fólk fari bara inn á okkur braut og festist á henni sem er alltaf mjög fínt fyrir sérfræðilækni til dæmis en svona fyrir flesta þá er miklu betra að hafa svona já að kunna nógu mikið í nógu morgu Það er kannski ákveðin blessun svona eftirvekja að þú hafi verið með þessi hönnunarverkefni á hliðalínu með þú gæst að vera menntaði í öllum anskotanum yfir menntaskóla og háskólagönguna Já, ég held að það hafi verið mjög gott það hjálpaði mér
sko, við náttúrulega eins og til dæmis hönnun núna sem við erum að gera eiginlega sko, náttúrulega, við erum náttúrulega að leysa við erum að leysa sko viðskiptaleg verkefni, við erum að leysa hvernig svona megin kjarnan í því hvernig þessi fyrirtæki fúnkera og notum síðan hönnun til þess að koma því áfram, en að skilja fyrirtækin og skilja, þú veist, það sem ég fekk út úr viðskiptafræðináminu og það sem ég fekk út úr hagfræðinni var skilningur sem ég held að hafi gert mér það kleift að geta gert þetta miklu betur. Þetta einmitt það sem ég langar svolítið að koma inn á þarna áðan, þú veist, þið eru ekki að reyna bara að setja upp eitthvað útlit, þið eru að reyna bara að pakka tilfinningum og upplifun og öllu þessu saman. Þess vegna ekki tækt að segja einmitt að bara svona, ég er bara svona hanna hluti, þú veist, þeir líta svona út, það alltaf gert af ástæðu þetta. Já, hönnun, sko orðið hönnun er náttúrulega þú veist, á ensku þá er eitthvað sagt að eitthvað sé by design eða eitthvað sé þú veist, þú getur sagt að hönnun sé ekki bara hvernig þetta eitthvað lúkkar, sko, það er alltaf líka bara hvernig það er og svona ef þú skilgreinir hönnun í svona vítt þá er það eiginlega bara nánast hvað sem er, þá er eiginlega bara allt það er að skilgreina af hverju eitthvað er eins og það er og af hverju þetta er besta leiðin til þess að, eða eina besta leiðanum til þess að leysa það og síðan að finna útvarslunum til að koma í að skila og hvernig er upplifunin þegar þú ert að nota það og hvernig þegar það er komið út í loftið, hvernig getur þú bætt það og hvernig getur þú haldið áfram að vinna með það og þá er eiginlega hægt, þú veist, að expanda út í það að hönnun sé eiginlega hvað sem er. Jafnvel bara inn í hagfræðinni og allir því. Já, og það er ákveðin svona tól og svona hugsunarháttur sem maður lærir í hönnun sem að ég held að margir hefði mjög gott að læra. Þetta mikilmennsku brjálæði sem plagar þig, hvert langaði að fara með það? Ef þú hugsaðir, ég get gert hvað sem er, langaði þér að halda áfram að taka UNO í áttina meiri vexti, þið til dæmis eruð í 1189. sæti af ANC 5000, segi Inc. 5000 listanum yfir hraðast vaxandi fyrirtæki í Bandaríkjunum. Já. Til hamingju með það, alltaf bara rosalegur árangur, en ert þú bara tvíaldur í að halda áfram að láta UNO vaxa í þá átt? Ég veit, sko þetta ár er alltaf búið að vera mjög sérstakt, þetta er búið að vera mjög erfitt ár, alltaf fyrir heiminn allan, en sko bara fyrir mig og fyrirtæki þá er þetta bara mjög erfitt. Þetta var sko mars, apríl voru bara erfiðustu mánuðir síðan við stofnum fyrirtækið af því að við fórum út í það bara mjög mikið að gera, yfir það bara á einni viku það bara þurrkaðist allt upp og það voru bara sko mjög stór verkefni sem við vorum að fara að byrja á sem að stoppuðu það hætti bara síminn alveg að hringja og við þurftum að segja fólki í byrjun maí og síðan og ég var bara á tímabilið mjög hrættur að fyrirtæki myndi bara fara yfir og síðan gerist eitthvað mjög skrítið því að síðan í júní þá bara var allt brjálað og við erum núna að sjá fram að sko vaksa 50% þessi ári sem er meiri vöxtur en bara nokkuð sem er fyrr en ég líka svona byrjar að hugsa sko svona mikið svona af hverju þetta er svona meira það hefur meira verið svona allir ég geti gert þetta og núna er þetta komið í svona já ég held ég geti gert þetta og þá fyrir ég að hugsa sko af hverju að ég halda áfram hvað er eitthvað meira sem ég langt til að sanna og ég veit ekki alveg hvað það er svo ég get náttúrulega haldið áfram að vinna þessi verkefni en það er ekkert sko all draumaverkefni eru búin sko það er ekkert þetta er ekkert verkefni í hug sem að UNO geti tekið að sér sem að við toppa eitthvað sem við höfum gert það verður bara meira það sama. Ég veit ekki svolítið finnir svona skalar sem maður notar eins og ef ég þurft að lýsa þér ótrúlega snöggt fyrir einhverjum félagi mínu og það myndi segja, já Halli hann þetta er unnum fyrir Google og Facebook og bara 2 milljarðar í tekjur og eitthvað svona mjög snöggt sko, einhver stikkorð en síðan eins og fyrir þig bara svona, er það ok, er það bara aftur Google og aftur Facebook og síðan eftir það tekið aftur Google og Facebook og Twitter og Apple og já svolítið er þetta að finna einhverju hluti til að hvetja sig og eins og þú, eða flýja frá og þú varst að tala vissir ekki hvað þetta er að gera til að sanna þig, hvað var það svona fannst þér á einhverju tímapunkti þetta var peningar eða fyrirtæki til þess að vinna fyrir
og oft stundum litið niður á þetta að maður eigi ekki að vera að vinna fyrir pening eða þess að en ég getur alveg grænt ljós og tala þá hluti sko. Ég held að það veri svona hluti af sko sjálfstrustinu var svolítið brotið út af því að ég var sagt, í hjólastól og var svona og þetta ekki svona rökrænt, þetta ekki eitthvað sem að sko þegar ég hugsa þetta þá mikilvægt ekki sens, en það samt, þú veist, eitthvað hluta mér sem alltaf að sanna mig fyrir heiminum og sanna mér fyrir öðru fólki, einhverjum ímynduðu fólki að ég geti gert eitthvað og þá þá eru svona alls konar klassíski hlutir, þú veist, það alls konar svona fjaðrir sem maður getur skreitt sér með til að svona sýna fólki að maður sé eitthvað og síðan svona það sem gerist náttúrulega svona að svona eitthvað svona success verður síðan oft það versta sem maður getur lent í að því að þá fattar að þetta var alveg tilgangslaust að þetta var, sko það miklu betra að hafa eitthvað svona allavega til að vinna að heldur en að vera síðan komin eitthvað og hugsa að þetta var bara eftir alltaf þessa vinnu alveg pointless. Hefur lent í því? Já, núna að ég hugsa bara þetta ekki það að ég hafi svona meðvitað hugsað það, auðvitað meikar þetta ekki sent, ekki þegar ég hafi meðvitað hugsað að ég myndi vera nógu ríkur, þá myndi ég vera hamingjusamur eða ég myndi vinna fyrir nógu mikið stóru fyrirtæki myndi vera hamingjusamur en það samt eitthvað, þú veist, eitthvað röddin í hausnum á mér sem að sannfæri mig það og síðan þegar það komið þá einhvern veginn fattar maður, já þetta var bara dómt klúður þetta var ekki það sem maður myndi gera með hamingjusaman og þá fæ maður til sálfræðings það þá sem maður ekki og þá hugsa maður þú veist, hvað það þá? Af því að þessi svona klassísku svör sem allir vita kannski að einhver leiti virki ekki en allir eru samt í svona sama kapphlaupinu maður fattar að þetta virkar ekki þá er maður byrjar svolítið krísa og þú gerir grein fyrir líka mikil vikt í því að þú skulle segja þetta verandi búin að ná einhverju sem að 99% af fólkinu myndi telja mjög aðdánavert og það er að tala um peninga og starfsframa og þess að hluti sko. Já, en ég held að sé ekki þetta sannfærnið það fyrir hann komið á það það vitið allir þú veist, þetta ekkert eitthvað þú veist, það vitið allir þegar að fara að hugsa um þetta það vitið allir þegar að fara virkilega að tala um þetta en þetta svo innbyggt í samfélagið að ég held að hlusta enginn á þetta sko ekki svona í raun og veru Nei, einmitt, já, það einhvern veginn svona maður... bara svona, já, öll fyrir því að segja þetta en þú veist en ekki það, ég held að alltaf mjög nauðsynlegt að allir eigi nógan pening og hafi ísjú á og öllum líði vel sko fjárhagslega en svona mjög fljótlega þá hefur það svona fyrir ofan eitthvað mörg þá hefur það mjög bara eiginlega engin áhrif það bara hefur mjög dvínandi það er svona það ættir að skipta máli og kannski bara meiri áhyggjur sem fylgja þig já og það eru svo mikil áhyggjur því að þú veist síðan áttu eitthvað og þá vilt ekki tapa því já, einmitt, það er svona eins og COVID ástandið já, það fyrir maður rosa mikið að hugsa þú veist hverju maður getur tapað ef maður á svona mikið það er svona skinn tilfinning og fara meiri ágjörð því þá bara komið nýtt vandamál einmitt þetta er svolítið erfitt það er erfitt að vera til það er erfitt að vera til, maður láttu mig þekka en þetta svona hugafar með að bara vera aldrei sáttur ég verði tala um að það sé svona eitthvað sem einkennir þig og líst þig sem þínum helsta kosti og galla getur þú sagt mér og ég að meina ég í tengslu við vinnuna hvernig lýsa þessir? Já, ég verð aldrei ánæður finn ég honum mjög ánæður reyndar þá er ég sko ánæður já, en sko standardinn
hjá mér með það sem ég er að vinna við út af því örgulega hluti til út af brottin sjálfmyndinni út af alls konar hlutum er rosalega hár, það þarf alltaf að vera alveg fullkomið mér þarf að finnast að vera fullkomið og og það er alltaf mjög erfitt fyrir aðrina fólk að vinna með mér út af því ef það hefur ekki sem að þú veist, af því að mjög margir hugsa meira svona, er þetta nógu gott og þú veist, þú fengið þú veist, nánast sömu ánægju út úr ykkur sem er nógu gott og eitthvað sem er fullkomið en fyrir mér þá er það ekki þannig og þá verður það, sko, ef fólk er ekki með sama hugsunna, þá get ég náttúrulega, þá verður það alveg geðveikt á að vinna með mér eða með fólki með svona hugsunna átt en því það líka þú veist, þetta færist yfir á allt þannig að það eitthvað, ef ég klára eitthvað það er fullkomið, það er bara eitthvað næsta sem ég þarf að fullkomna bara áfram þannig í heildina þá er þetta rosalega mikið ókostur, af því það er aldrei neins sátt það er aldrei neins svona upplifun að þetta var frábært, nú er ég bara það búinn það er meira svona bara, ok, þetta var frábært, hvað get ég gert næst og og það þarf að vera betur en þetta síðasta og það þarf að vera starra og meira og og já, þetta er ekki leiðin að því að vera hamingjusamur og alltaf áfram næsta og næsta verkefni og síðan þegar þú ert búin að ná eins og ég er búin að segja hérna Google, Facebook og því þá tekum við einhvers konar krísa ég hef búin að gera það nógu oft, já þá sko bara aftur og síðan kemur inn þú veist, ég lendi bara í mjög ofta að hugsa, það kemur inn þú veist, nýtölupóstur vikulega með verkefnum sem að ég hefði fyrir 5 árum hugsað þetta er það besta sem ég nokkuð komið fyrir mig og það er engin svoleiðis tilfinning lengur wow. það er bara, já, ok, það þarf ekki að þetta næst það er ekkert verkefni sem að ég fæ sem ég hugsa þetta er það besta sem er komið fyrir mig þetta er bara, já, þetta er bara meira það sama það er hræðilegt já, það er hræðilegt en samt eitthvað svo geggjað á saman tíma að sérst að fá þetta verkefni en einmitt bara að viðhorfið sé en þetta gerist, sko, þetta hefur gerst sko, ég er alltaf að hugsa um þetta því að ég, sko, það kom fyrir mig um daginn að ég bara á sama daginn fekk 3 verkefni sem ég hugsa eftir 5 ára tilbaka að hugsa þetta væri bara veist, verkefni ársins samt bara 5 ár tilbaka já, og það er bara á sama deginum nokkur svona hluti sem gerast og þá virkilega verður maður þungmyndur þegar maður fattar að það var ekki þetta virkaði ekki og bara svona ekki til að stefna þeir rauninni já þannig að það er kannski svolítið flókið svar við spurningur hvað langar að gera með þetta mikilmennsku brjálæði já, ég veit ekki hvað ég að gera ég þarf að gera eitthvað annað en líka, sko, það sem ég reyna að vinna ég er að reyna að finna eitthvað innri sátt því að þetta er allt svona ytri verkefni auðvitað og það mun aldrei virka og bara hvernig þú bregst við þeim í rauninni það er alltaf það sem þetta snýst og eins og þú segir bara, þú ert líka búin að átta á því bara, ég sami einstaklingur fyrir nokkrum árum hefði bara fengið ómælta ánægju út af því að sjá þetta núna horfum ég á þetta og finn ekki neitt já. En þú segir oft í tengslu við UNO að svona eitthvað gildir séu að líka að bara hafa gaman að þessu já, það er alltaf mjög mikilvægt og ég reyna að þú veist, mér finnst núna og lengur reyndar sko ánægðin sem ég fæ er bara vera að vinna með skemmtilegu fólki miklu meira heldur en að vinna skemmtilegu verkefnum þannig að ástæðin fyrir ekki dunni með skemmtilegu fólki eru skemmtilegu verkefnin en ég hef miklu meira ánægði að því að hitta og spjallaði fólki í vinnunni stundum eða bara hefur reynið að hafa bara svolítið gaman á hlutunum þá reynir ég að finna minn leið til þess að láta þetta skipta ykkur máli ekki bara fyrir mig heldur líka fyrir fólki sem ég vinn með þannig að sko við náttúrulega það sem ég er alltaf að hugsa um er sko síðustu andtökin í lífinu hvernig þau verða og þegar maður hugsa tilbaka hvort að maður hafi hverju maður sér eftir og reyna að hafa eins fá svoleiðis moment og hægt er og það er alltaf oft talað sko að fólk að það er enginn að dána beðinu hugsa til þess að hann hefði átt að vera meira á skrifstofunni en ég held að sé alveg samt að hafa þannig að það getur verið mjög gaman í vinnunni og maður getur alveg hugsað, já, þetta var alveg gaman á skrifstofunni og ég reyni að hafa þannig af því að þetta skiptir á andanum engum máli þannig að það er eins gott að maður nóti tíman í að gera eitthvað skemmtilegt Þú líka talað og dáið svolítið að því að eins og þú talað um að það voru vinnur sem er sálfræðingi en þú líka talað um að síðasta áratu hefur verið á þunglyndislyfjum
Er það mikilvægur hluti af lífiðinu? Ertu ennþá á því? Já, ég er búin að vera á lyfjum í 15 ár og ég er verið með að gera mig grein fyrir náttúrulega hvað lyfin gera fyrir mig af því ég hef ekki hætt það eins og lengi en ég fann það þegar ég byrjaði á þeim hvað það hefði mikil áhrif á mig og þau lyfti mér alveg rosa mikið upp sem var svolítið hættilegt þegar ég var að drekka á stíðinbili og það er mjög hættilegt að drekka á hann í þunglyndislyf en það var rosalega gaman samt Hættulegt en mjög gaman sko. en já ég heiklaust mæli með lyfjum fyrir fólk sem heldur að hjálpi að prófa það allavega og það virkar ekki þá er það bara þetta er ekki það sem virkar fyrir alla en þetta virkaði mjög vel fyrir mig og ég sé ekki fyrir mér að hætta það með nýtt í bráð sko. En eins og bara að þetta lyftið þér upp var það þá bara betri andleg líðan eða þetta lýsaði einhvern veginn betur? Bara sko ég fæ alveg svona og fekk og fæ svona momenta sem ég langar bara ekki að gera neitt það sem ég mér er rosalega mikið drifkraft en ég bara nenni ekki að gera neitt og lyfin hjálpaði mér það að svona komur upp á það levelið ég gat fungerað og gert meiri hluti og þá líka bara með því að gera hluti og svona vera hluti af lífinu þá náttúrulega lífinu betur líka þannig að þetta er svona bara eitthvað boost eins og svona boostersæti fyrir krakka og sérðu fyrir gluggan og það að sjá út á gluggan hjálpaði rosa mikið að upplifa lífið. Og þetta er áður en að þú ert nokkuð tíma farin að stjórna fólki eða sjá þetta var svona því ég var svona 26 ára, 7 ára. Einmitt. Svipum tíma og þú ert að fara í hjólastól? Já. Svipum tíma ég fór í hjólastól og já, það bara eiginlega ég með mjög vel eftir hvað var mikið breyting frá sko mánuðunum á undan mánuðunum á eftir og ég hugsa mjög mikið það sko að það var svona kvíðinni og með svona alls konar hugmyndir sjálfa mig sem ég og aðra og svona sem ég bara voru mjög óþægilegar og ekki það að sér farin alltaf, þetta er ekki eitthvað undralíf en þetta hefur mjög mikil áhrif fyrir mig. Og finnur þú líka eitthvað tengt bara svona út af því nú erum við að ferðast mikið og býrðum alltaf úti aðlega ekki finnur þú eitthvað meira fyrir svo Íslandi eða? Þetta er náttúrulega við fluttum við vorum úti í San Francisco sem við höfum búið og ég held sko að ástandið úti myndi ekkert verið mikið verra heldur en heima þannig að við vorum úti fyrstu 3 mánuðina og ég tók þetta mjög alvarlega og við lokuðum fyrirtækinu mjög hratt lokuðum við bara í byrjun mars sendum alla heim og eða svona skrifstofunum og síðan var ég bara inni í 3 mánuði og ég held að allir var að gera það ég held að allir var að taka þetta alvarlega og við myndum bara við myndum bara harka á okkur saman og síðan myndum við síðan bara en síðan alltaf bara voru törlunda þannig að það bara upp og upp og upp í Bandaríkjunum og þannig að við ákveðum að koma heim í júní þegar það var bara búið á svona mjög góð tök á það og við erum búin að vera heima síðan og Ísland á sumrinu er náttúrulega alveg frábært þegar það er bjart og það er svona ekki of kalt Ánægum með að það er ekki svo hlýtt ég held að vera að koma ekki of kalt það er hægt að vera úti en núna, þetta er alltaf mjög erfið tímabil að þú veist, það er nokkur klukkutímar á dag sem er bjart og það er ekki bara kalt heldur líka sko mjög óagenglegt í hjólastól að vera úti í svona veðri bara snjór og veðrátt það verður snjórinn og vindurinn og þú veist, ég bara nánast get ekki farið út og það náttúrulega hefur mjög mikil andleg áhrif að vera svona einhvern veginn í svona fangilsi. Hvað gerur þið til þess að vinna gegn þessu? Ertu komin með einhver svona, ekki það að þú sést búin að mastera þetta en er eitthvað svona, eitthvað sem þú rík heldur í? Nei, þetta
bara allt fyrir eitthvað umhverfið. Já, ég meina Það er ekkert, ég kann engin triks, það er bara það einu sem ég hugsa mér, þú veist, mér langar til að fara aftur út við vorum að flytja í íbúð sem er góð útsýni, þannig að ég get alltaf að vera inni og horta undir gluggann og þú veist, upplifa svolítið þannig ég en já, þetta er bara mjög erfiður tími. En ég ætla samt, sko, svarið er ekki nei hjá þér út að þú varst að tala um lyfin og ég veist, að hitta sálfræðing og þess að þannig að ég geður allavega það er þessi tveir hlutir. Já, ég er að reyna. En það er svolítið fyndið, sko, að þú veist, það er svona, já, í rauninni, smá hlægilegt að þú talar um þetta allt saman, síðan ertu ótrúlega fyndin á internetinu og eins og fyrirlestratniðinir og allt þetta og svona, það er einhvern veginn bara svona húmór í kringum Ueno og eins og bara inn á heimasíðun ykkur eru þau með, þú veist, ég er að tala um verðlauna ljósmyndaran sem eru með og það er ekki ljósmyndari sem hefur hlotið mörg verðlaun heldur ljósmyndari sem myndar öll verðlaunin sem Ueno hefur fengið. Akkurat. Það er svona mikill húmór í kringum brandið ykkar. Er það eitthvað svona frá þér? Býstu við að þetta ég ræti svona reiki alltaf í stjórnandan? Já, mér finnst sko mér finnst þetta allt saman mjög astanlegt það er svo mikið af fólk sem tekur sér svo alvarlega og mikið af fyrirtækjum í bransanum sem taka sér rosalega alvarlega þannig að mér finnst mjög mikið að við gerum grína sjálfum okkur og gerum grína öðrum og höfum þetta svolítið gaman. Ég er ekki trúaður og mér finnst lífið vera svona bara hálffyndið og og það er fátt sem pyrra mig meira heldur fólk sem að finnst að verka merkilegt og þannig að við svona reynum að finna leiði til þess að láta passa að fólk viti hvað við erum merkileg en samt gera það þannig að það sé fyndið. Já, ég veit bara hlæja þessu lífi. Já. En núna bara svona fyrir, þú veist, ég meina fólk sem er að hlusta sem er í hönnun eða hvað sem er að gera og er taka sér fyrir einhvern feril og langar að vinna hart á honum þú komist í Kísildalinn og þú komist í þessi stóru tæknifyrirtæki ekki bara þessi stóru tæknifyrirtæki, heldur bara þessi stóru fyrirtæki bara erfitt að nefna stærri fyrirtæki en þau sem þú varst að tala um hérna aðan hvað er triksið? Segjum að einhver sé svo vitlaust að hann ætla að stefna þessu eftir að hafa hlusta á því tala um þetta er það bara að vinna hart eða er einhver fleiri ráðhóttna sem hættir að fá frá þér? Já, ég held að sé að vinna það er náttúrulega að vinna mikið og það er líka að komast í samandur eftir fólkið af því að eins og við erum að tala um á sko, þú fær ekki verkefnin nema þú hafi fengið verkefnin þannig að þetta er svona smá saman þarf ekki að vinda upp á sig þú ert að byrja finna einhver leið inn og vera síðan bara aðrinn sem er best að vinna með vera aðrinn sem að skila verkefnum réttum tíma sem skila þeim vel sem að reynir alltaf að gera allt betur heldur en að beða þeim og síðan þetta bara að gera það í svona 20 ár og það er þetta komið. Sinni 20? Já. Einmitt. Og var þetta líka eitthvað sem þið tókst að gera ég býstu við að hafa klúrað þessu einhvern tímann en bara þegar þú tala um þú varst þessi verktæki og drekka mikið og svona, náður samt að var fólk ánægt með þig, það var alltaf að leita aftur til þín? Já, ég reyndi að skila alltaf af mér, þannig að eins og segi, ég var svona frekar vel funksjónandi, ég kannski ekki besti starfsmaðurinn, en ég reyndi að vera samt alls ekki besti starfsmaðurinn og ég var með miklan svona mikinn drifkraft til að skera hlutina vel og já, eitthvað tókst það líka eitt kannski en það virkaði, sko ég var eiginlega þetta var, sko, meðan ég var að drekka þá var þetta rosalega mikið svona ekki nógu gott fyrir þér? Ég sko nógu gott til þess að halda áfram okay. en það sem eftir ég ætti að drekka þá fór þetta bara mjög hratt, mjög mikið upp á við það var alveg rosalega mikil breyting í því gæðanum á vinnunum minni magninu og bara hvernig mér leiði með vinnunum mína og allt það og hvernig ég svona synti konunum okkar og líka annað sem þú gerðir er að þú fóst þarna út, þú fóst til New York og það var þvílíkt gæfuspor bara upp á eins og samböndin sem þú talaður um
Já, ég held að sé stærsta einstaka sem ég gerði í ferlinu sem hefur mest áhrif var að fara til New York og byrja að vinna þar og þar byrjaði ég að hitta fólki sem síðan hjálpaði mér að fá verkefnin. Það er mjög mikið til að mjög klárum færum hönnum en þú færði ekki til tækifæri nefnum sérst á staðnum og þekkir þetta fólki. En eins og bara Kísildalurinn, Silicon Valley, hvernig er þetta að núti, eins og þú ert með, maður að horfa á svona ævintýralega vöxt hjá þér, þá er ekkert mál fyrir þig að horfa bara þennan þarna og hann er þessi er náttúrulega miklu meira árangur þarna og þetta er að ganga miklu betur. Er þetta það er náttúrulega hljómar alltaf best að fara á staðin þar sem mest að gerast, en er það ekki líka smá líjandi út af því að þú ert svona náungi sem að finnst eins og finnst aldrei að gera nógu vel? Jú, örgulega, en þetta var samt miklu meiri svona það er svo gott að sjá eða svo gott fyrir ef þú vilt gera vel, er að sjá fólk sem er að gera mjög vel og sjá hvað standardin er hár og sjá og hitta fólki sem að kann að gera hlutina alveg bara best í heimi og þá kannski líður ekkert vel en þú allavega þá hugsaður þú veist, já, þetta er standardin svona þarf ég að gera þetta ég þarf að gera þetta betur en þessi og í staðin fyrir að vera kannski hérna heima þá ertu náttúrulega bara með eða í minni landi þá ertu náttúrulega með fólk lítið til að miða þig við fólk lítið af fólki sem út að lært af og það verður líka bara það er svona innbyggt í Silicon-dalinn þessi rosalegi vöxtur og það verður allt bara svona sjálfsagt að það sé að gerast eins og þetta er að gerast og það er mjög öll að finna 1000 fyrirtæki eða allavega 100 fyrirtækja í Bandaríkjunum í Silicon sem að ég hugsa til bara já þau hugsa bara miklu hraðara við þetta er ekkert merkilegt og það gerir það kannski ekkert minna merkilegt en það gerir það ekkert meira bara svona sjálfsagt þetta er ekkert svona það er svo margir búin að sína hvernig þetta er gert og þú bara talaðu þeirra fólk bara talaðu fólki sem að gera þetta og þú getur sagt eitthvað og gerir og sen getur bara haldið áfram. Akkur heldur að þú hefur ekki endað bara á einhverju auglýsingastofu hérna heima ef ég leiði mér að nota auglýsingastofa sem svona einhvers konar þagnafn yfir það sem þú ert að gera? Ég held að það er bara alls konar tilvíðanir. Ég held að það hef verið tilvíðan mörguleiti að vinur minn var að fara til New York og ég hef hugsað þetta og það var, ég sótti mér þessu fyrirtæki og fekk vinnuna og síðan miksa inn við svona eitthvað svona minnumáttar kend að þurfa að vera að sanna mig alltaf aftur og aftur og finnast aldrei neitt verið að ná. Og rekur það allt til einhver svona neikværa hluta? Ég held að þetta er bara svona kenning, en ég held að enginn sem er virkilega successful þá meina ég svona fjárhagslega að sé með einhverja góða hvatir en það sé bara nánast ekki til af því að það er ef það væri alltaf leið með þá hefur það hætt miklu fyrr þetta er fólk er að vinna sig upp í aðstæður þar sem það hefur miklu meira að þarf það er engin ástæð til að gera það sem er góð sem þetta er í hug þannig ég held að og ég hitt mjög mikið af mjög ríku fólki að þau eru öll eitthvað brotin það er eitthvað að hjá þeim öllum þetta er ekki hamingjusama fólkið þannig að af hverju ættu að gera þetta hvað hefur að gera með 1 auka milljarð 1 auka milljarður maður það er nú margt að gera fyrir hann ekki þú átt nokkra fyrir nei, einmitt, og þegar maður sér einmitt þessa tölur sem er í gangi í þessum tæknifyrirtækjum þetta er bara svona já af hverju fær ekki að gera eitthvað annað það er að því það er eitthvað að held ég hann talaði hann, veistu hver hann Naval Ravikant er hann er svona, einn af svona tech-gæðanum út í Kísildalum, hann var að tala að þegar maður byrjar að gefa til góðgerðarmála þá er maður then you've overdone it, hann sagði bara það ertu búin að vinna of mikið, þú veist, af hverju hættir ekki að vinna þegar þú varst komin neðan pening og fórst að gera eitthvað með börnunum eða maka eða vinum eða whatever. Ég er kannski alveg sammála því en að því að ég er mjög mikil að trúa því að gefa peningin en sko það þarf engin svona mikið pening eins og flest þetta fólk á
og það er enginn svona mikið pening skilið það er samt heldur áfram að vinna rosalega hart. Það er þessir kvatar og flótar sem maður skilur ekki. Já. Og ég meiri sér þegar ég er að hlusta að segja þetta er svona, þetta er rétt maður. Síðan veit ég alveg á morgun þá vakna ég og bara, grændið heldur áfram. Þetta er bara innbyggt í, ég veit ekki hvað sem innbyggt í fólk eða hvað sem er innbyggt í samfélagið okkar en það er engin ánæður því að það er alltaf einhver sem ákvað meira en þú. Já, þá kannski það maður bara að stoppa og bara þakka fyrir það sem er í gangi og reyna að hafa gaman að þessu. Þetta loka slagur þjó á UNO, það er ansið mikið til í því, bara reyna að hafa gaman að þessu. Og eins og þú ert ég ætla allavega að draga fram þetta jákvæða punkt og þú varst að tala að mæti vinnuna og hitta þetta fólk og svona, að þú sért að finna einhverja gleði í því frekar heldur en eitthvað svona one time dæmi að fá að vinna fyrir þennan kuna eða ná þessari summun í fyrirtæki. Já, af því að það er náttúrulega þú verður náttúrulega að hafa lífið er náttúrulega bara endlaust moment og þú verður að hafa eins mörgum skemmtileg og getur. Ég veit. Það er allavega, það er heilbrigt markmið. Gera eitthvað skemmtilegt. Haraldur Þorleifsson, er þetta nafn ekki erfitt út eða? Jú, segið það. Þetta er þetta er svona brandari hjá mér þegar ég er ofta að halda félagstur og segi my name is Haraldur Ingi Þorleifsson. I hope I'm pronouncing that correctly. Ég veit, en notar væntanlega Halli aðeins meira. Ég notar Halli, eins og Halli Berry. Já, eins og Halli Berry. Ertu samt ekki þú ert með góða íslensku? Ég held að þú verður aðeins erfiðari þú ert náttúrulega búin að vera úti svo lengi. Við törum alltaf bara að ég tala íslensku við börnin mín og kona mína og tala mjög mikið íslensku. Þess vegna tala ég góð íslensku. Það er ekki flókið. Halli Berry, takk hella fyrir að koma inn og segja þínu sögu. Ég kann virkilega vel að með þetta. Takk fyrir mig, Snorri.